Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl og blessuð og velkomin í Óþekkta þingmanninn. Þennan lið hér á Samstöðinni þar sem við leitumst við að draga fram persónulega hlið nýrra þingmanna. Þeirra þingmanna sem voru kjörnir mánaðamótin nóvember-desember á síðasta ári. Þeir eru rífur helmingur allra þingmanna Alþingis nú stundir. Og þið ættu nú að kannast nokkuð vel við viðmælanda dagsins. Hann er ykkur ekki óþekktur sem lögga. Ég held að séu hátt í 40 ár sem hann starfaði á þeim vettvangi en hann er nýr sem þingmaður. Vertu velkominn til okkar Grímur Grímsson. Ok, kærlega fyrir. Hvernig er að svissa úr löggunni yfir í þingmanninn? Það hefur nú að mínu mati verið mjög áhugavert og það er auðvitað hefur maður fylgst með þinginu mjög lengi, auðvitað haft áhuga á þjóðmálum og stjórnmálum og þannig að maður hefur nú fylgst með til dæmis þessum svona þessum sumir kalla tafaleikjum í þinginu, þar sem talaði mikið um ákveðin mál og þannig að sumt hefur maður ekki komið manni mikið óvart í starfsemi þingsins en sumt hefur raunverulega gert það samt sem áður. Eitt af því svona sem hefur komið svona á óvart á þess að þó að ég hef nú verið búin að lesa um það, ég las bók Geirs H. Haarde, fyrrverandi forsætisráðherra og formanns Sjálfstæðisflokksins núna jólin sem hann gaf út og hann nefndi það sérstaklega í sinni bók að það hefði komið honum svona á óvart þegar hann hóf þingstörf hvað ráðherrarnir hverfa mikið. Að ráðherrarnir sko, þeir taka ekki þátt í þingstörfum nema þessu leyti sem er raunverulega sést mikið í fjölmiðlum að þeir taka þátt í óundirbúnum fyrirspurnum til að leggja fram frumvörp en að öðru leyti eru þeir ekki mikið í þinginu. Og það er svona kannski eitthvað sem ég vissi en komið samt svolítið óvart. Og síðan er þetta líka til dæmis svo formenn þingnefndana, það er svona vald þeirra er töluvert mikið. Það er líka eitthvað sem hafði kannski svona svolítið farið fram hjá manni við það að fylgjast með störfum þingsins enda fylgist maður mest með þingfundum þegar maður fylgist með störfum þingsins en ekki nefndarfundum enda þeir eru fyrir luktum dyrum. Þetta er svolítið þannig að sko almenningur fylgist helst með þingfundum og hefur svona sín viðhorf og kunnáttu mest frá þeim en allir þingmenn hafa alltaf sagt í áratugana rás að það sé inn í nefndunum sem að mesta vinnan á sér stað og í rauninni hjarta þingsins slær. Já, klárlega. Ég held að þetta sé, ég myndi taka undir þessa skýringu og ég hef, svona í mín eyru hafa sumir sagt að ég upp undir 90% af störfum þingsins farið fram í nefndum. Já. En svo er hitt það sem er sýnilegt, það sem fer fram á þingfundum sem er náttúrulega sjónvarp, beinútsendingu og aðgengilegt. Og þá reynir svolítið á sko svona sjóið, maður sér að sérstaklega þingmenn í minnihlutanum í stjórnarandstöðu, þeir eru sumir ansi flinkir að vekja athygli á sér með málflutningi og alls konar barbabrellum og það er nú sennilega eitthvað sem er mjög mikilvægt þingmönnum, ekki síst í minnihlutanum að vekja reglulega athygli á sér til þess að auka líkurnar á endurkjöri. Og sen láð það nú við bæði meirihlutan og minnihlutan en fyrir vikið þá verða þessar útsendingar að einhverju leyti stundum dálítill sirkus, ekki satt? Jú, það kannski lítið þannig út og það er þannig að þegar það ef ég leyfi mér að tala um það hér af því að ég er ekki að tala um eitt málþóf, ég er svona að tala um tafaleiki, það sem er tala lengi tiltekin mál, að þá er auðvitað þannig að markmið minnihluta og meirihluta er ekki það sama. Markmið meirihlutans er að koma sem flestum málum í gegnum þingið. Markmið minnihlutans er kannski að þvert á móti, að sýna það að einhver meirihluti sem styður ríkisstjórn sé ekki svo verkmikill. Og þá er það þannig að meirihlutin, þingmenn meirihlutans, þeir svona spara við sig ræðuhöld á þingfundum, á meðan að minnihlutin gerir það ekki. Og það er þetta þannig að þegar það er verið að ræða um tiltekin mála, þá fer ekki hjá því að það er sköp svona bara eðlileg niðurstaða einhvern tímapunkti þá er búið að ræða allt sem þarf að ræða og svo hefur verið að endurtaka það. Og það er það sem ég kalla, leiði mér og hefur verið kallað í þinginu svona tafaleikir þegar það er marg endurtekið eitthvað sem að
þegar hefur komið fram og það bætir engu við. Já, fyrir mig sem svona blaðamann og Íslending og áhorfanda þá hefur þetta nú verið sko frekar ömurlegt að fylgjast með Alþingi núna síðustu vikur á mínu mati vegna þess að mín skoðun er svo að þar sé verið að tefja þjóðþrifamál og góð mál og svo er bara eitthvað sko þú hefur nú búið í útlöndum og starfað utan landsteininn ekki satt. Jú. Og við þekkjum báðir að sko vinnusiðferði Íslendinga er svona eitt af því besta hjá þessari þjóð. Við erum agalaus og við gerum alls konar bommertur en við erum dugleg, við erum vinnusum og við metum svolítið svona, við virðum svolítið hvert annað aðeins út frá svona dugnaði og þetta er náttúrulega alveg sko hræðileg óskilvirkni og í rauninni, þetta minnir mann alltaf á sko starfsmenn í uppreisn gegn meirihlutanum sem ná svolítið að draga vagnin eigi að síður. Þannig hafa svona þingstörfin birst mér undanfarið. Hvað segir það? Já, ertu að meina svona að þeir sem að draga vagnin séu meiri hluta þingmenn sem að raunverulega koma málum á framfæri? Já, ég er með öðrum málum að segja það að sko hluti af hlutskipti stjórnarandstöðuna núna er það að það er ekki þeirra tími í stjórnmálum og þegar menn sko tefja endalaust fyrir og jafnvel góðum málum, við höfum verið með umdeild en heit mál eins og mál Óskars og svona og þetta er í ákveðnu farvegi auðvitað á að veita aðhald þá og gagnrýna þá að spyrja málefnilegra spurninga og væri í lagi með þetta og allt það en mér sýnist þjóðin greiða þannig atkvæði í skoðanakönnunum undanfarið að henni líkar ekki það sem hefur farið fram í minnihlutunum. Ef það er þannig að fólk er ósátt við meirihlutunum á Alþingi þá virðast Íslendingar vera ósáttari við þessa ómenningu minnihlutans að tefja svona mikið fyrir og svo framvegis. Mér finnst það mikilvægt að koma fram í þessu þegar maður talar um þessa umræðu í þingsala að það er auðvitað þannig að á Íslandi er lýðræði, það er meirihlutin sem ræður. Þetta er svo maður segir þetta svona kannski með þessum barnalega hætti, það er einhver ákveðin, þannig bara virka lýðræði. Og það að eins og stundum er sagt að þetta taka einhver mál í gíslingu og það sé ekki hægt að komast út úr umræðunni, að það er ekki lýðræðislegt. Þannig að ég, með sjálfum mér hugsaði, sko, ég vil alls ekki standa gegn því að fólk fá að tjá sig raunverulega bara eins og það vill mál. En það verður þá að gera sér grein fyrir því að þá þurfum við einfaldlega lengri tíma. Og þá duga ekki þessi þingfundir, þessi hefðbundu þingfundi, við þurfum að fara í kvöldfundi, við þurfum að fara í helgarfundi og við þurfum að fara í næturfundi. Þá er það bara þannig að fólk fær að tala eins og það vill þessi mál. En enga sér, þá þarf það að mæta meira í vinnuna. Og þetta er það bara sem að svona í einfeldni sinni, einfaldleik sínu, þá er þetta það sem að, eins og ég sé þetta. Nú, kannski... Það er ekki bæði hægt sem að segja ég þarf að tala máli en við getum ekki verið með langa fundi. Akkurat. Áður en við reynum að kynnast þér persónulega, Grímur, þá einmitt út frá þessum bolta viðhorf almennings til þingstarfa, þingsins og þingmanna, það er oft svolítið neikvætt, meðal annars út af því að okkur finnst tími Alþingis bara frekar stuttur og okkur líður eins og því séu bara í endalausum fríum. Hvað segir það? Já, sko frá því að þing var sett, nú var það þannig að til dæmis hvað mig var alla nýkjörna þingmenn, við erum kjörnir 31. nóvember, 30. nóvember, 31. er ekki til, 30. nóvember og er þá, og síðan er þing sett einhvern tímann í febrúar, snemma í febrúar. Frekar seint. Var það seint í febrúar? Nei, bara manni fannst... Já, það liðu alveg heilir 2 mánuðir þarna milli. Þannig að það til dæmis er eitthvað sem maður hafði ekki mikil verkefni á meðan. Nei. En síðan er það fóruðunum frekar hratt af stað og það hefur verið nóg að gera frá þeim tíma. Og núna er það þannig að það er alveg yfirdrifið nóg að gera. Það eru margir þingmenn sem sitja í 2 fastanefndum, þeir taka þátt í alþjóðastarfi og síðan er oft undirnefndir líka í fastanefndunum. Þannig að ég myndi segja að núna sé það þannig að það hafi allir yfirriði nóg að gera.
Svo verður það svoleiðis og ég reikna með lungan úr þessu mánuði og síðan er það þannig að júlí, hann nú yfirleitt, þá ekki þingfundir. Það geta verið þingfundir í ágúst ef ekki tekst að klára allt, það getur verið hluta samkomulagsatriði núna, það takast upp í ágúst og síðan kemur þing saman kringum miðjan september. Og þá fer alltaf stað aftur, en þingmenn náttúrulega líka þannig eins og þú nefndir áðan að þeir sem í minnihluta þeir séu svona kannski í kosningabaráttu, þannig séu þeir að þess vegna séu þeir í ræðum. Og þingmenn eru náttúrulega bara, ef þeir vilja halda áfram, þá verður þeir í 4 ára kosningabaráttu. Og þessi tími það sem ekki er sko þing, þegar þing stendur ekki, það situr ekki, þá er náttúrulega þingmenn að sinna öðrum málum í kjördæmum og fara yfir það sem er þeirra hugðarefni. Svona bara svona sem dæmi, auðvitað eru líka þannig á þingvetri og þá eru líka dagar þar sem eru kjördæmavika og þá fara þingmenn og sinna sínum kjördæmum. Þannig að það er ýmislegt sem er gert annað heldur en nákvæmlega það sem er í þinginu og ber að gera það. Fríin eru löng. Ef þú kallar það frí, sko, ég var nefnd að hlusta á hana Sigríði Andersen og Sigmar Guðmundsson á Rás 2 rétt áðan og Sigríður sagði það þingmenn eiga aldrei frí. Það er ekki þannig. Þú ert að meina þegar þing situr ekki. Já, en það er nú ekkert alltaf að marka allt sem að Sigríður Andersen segir, heldur. Nei, þetta er hins vegar alveg rétt hjá henni. Það er þannig að það er engin tiltekin frí. Nei. Og ef ég hef áhuga að fara sem dæmis tekið í frí í mars, þá verður það bara launalaust frí. Það er ekki, þingmenn eiga ekki frí. Nei. Og það er nú sennilega með ykkur sko eins og þeim svo okkar blaðamenn að fólk er náttúrulega alltaf að nippa í mann og út í búð og allstaðar og síja áriti allan sólarhringinn, sérstaklega fyrir góða þingmenn sem eru í miklu samskipti. Og það eru þetta bara eitthvað sem að fylgja þessu og mér finnst það eigi að fylgja, að þingmenn eigi að vera frekar svona ínáanlegir. Svo spila sennilega líka inn í þetta súra andrúmsloft á þingi núna undanfarnar vikur að þar eru í minnihlutanum flokkar sem eru vanir ráða. Og eiginlega heyrir til algjöra undantekninga, ég man ekki hvort það eru 4 eða 6 ár í allri lýðveldissögu Íslendinga sem að hvorki Sjálfstæðisflokkur né Framsóknarflokkur hefur verið í ríkisstjórn. Þannig að við höfum líka orðið vör við það að það er breyta sem skiptir máli í þessum efnum. En þú sagðir áðan að þú sagðir það alveg fyrir þér að þið yrðu jafnvel útmestallan í júní. Já. Ég held að það sé... Ég myndi svona spá því. Það var í síðustu viki tekið úr sambandi starfsáætlun. Þannig að þá er engin áætlun dag hvernig þinglok eru. Þannig að það er þá eitthvað sem þingflokksformenn og forseti þingsins munu semja núna á næstunni. Hvað finnst þér allar athugasemdirnar sem komið að hafa fram hjá tilteknum þingmönnum minnihlutans vegna Óskars? Svo það sem sett í samhengi Björn, þá er ég sem sagt í svo kallar undirnefnd allsherjar- og menntamálanefndar sem fjallar þessar umsóknir. Þannig að ég er svo sem má segja Aðili máls. Þannig að en þú mátt hafa skoðun á minnihlutanum. Já, ég hef bara skoðun á því ef ég má snúa mér út úr þessu með þeim hætti að það sem að Viðar Einarsson gerði, ég held að þessi upplýsingar sem hann gaf til Útlendingastofnunar hafi verið eðlilegar. Það var engin fyrirmæli í þeim upplýsingum. Nei, og hans sjálfur. Þarna er himinn og hafa milli þingumræðu og þjóðar, Víðir sem er ekki hinn löggan á Alþingi. Við erum nú 4, sko, lögreglumenn og 1 lögreglustjóri. Já, þeir eru svona mörg. Það er Vilhjálmur Árnason og Stefán Wagner, lögreglumenn. Einmitt. Og síðan er Karl Gauti, fyrrverandi lögreglustjóri, eða lögreglustjóri. Þetta er áhugavert. En sem sagt, ég held að Víðir sé í huga margra bara svona þjóðhetja núna. Já. Þegar maður bara fer á kaffihús og labbar Laugaveginn, þá fólki finnst það líka svolítið gott, jafnvel ef hann hefur farið aðeins og svig fyrir ítrustu reglur. Ég veit ekki hvað þér sem lögreglumanni fyrirverandi finnst þú það? Já, sem lögreglumanni fyrirverandi finnst mér ekki það sérstaklega, sko, en ég bara ítreka það sem ég sagði þannig að þessar upplýsingar sem auðvitað eru gefnar með það í huga, það sé ekki verið að hefja
hefja einhverja aðgerð sem síðan tilgangslaus ef það er þannig að viðkomandi fái ríkisborgararétt. Þá þarf að gera einhverjar ástæðum til að sækja viðkomandi aftur langan veg. Það var engin önnur, held ég, eins og ég hef skilið, engin annar tilgangur í þessu upplýsingagjöf. Heldur en að það væri lagt í mat stofnunarinnar, útlendingastofnunar, að hvort að það mætti þá fresta fyrirhugaðri aðgerð fram yfir það að fólk vissi hver er niðurstaðan. Já. Áður en ég skil við þig í svona fréttum líðandi stundar og við fáum að kynnast þig persónulega. Heldurðu að ykkur takist að koma veiðigjöldunum í gegn fyrir sumari? Já, ég held að það hljóti nú að vera. Ég held að það eru stóru mál, það er að segja að það eru mál sem eru í miklum ágreiningi. Og það er veiðigjaldamálið, það er auðvitað strandveiðin. Og það er líka bókun 35, hún er í miklum ágreiningi. Og það er nú sérstaklega kannski þingmenn Miðflokksins sem hafa tjáð sig með þeim hætti sem á móti henni. Ég held ég sé ekki að fara með rangt mál þar, að þó að fólk hafi tjáð sig sem sagt í Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki, að þá sé ekki andstaða þar. Nei. Og þetta eru kannski það sem kemur upp í hugan á mig með svona stærstu málin. Það eru líka kílómetragjaldsmálið sem hefur verið nokkuð til umræðu og síðan eru auðvitað að koma inn í þingi í dag fjáraukalög og þannig að það er margt undir. Þannig að ég held að veiðigjöldin, ég hef trú á því og von og trú að það klárist. Þið ætlið ekki að beita neyðarhemlinum? Sko, þessi neyðarhemil, ég held að það sé engin rósa án þyrna eins og stundum er sagt, sko. Það er ekki víst að þetta sé í mínum huga. Nú er ég ekkert að tala fyrir hönd eins nema sjálfs mín. Að ég er ekki viss um að það sé góð leið að opna það box að nota þennan neyðarhemil eða kjarnorka ákvæði sem stundum er kallað svo. Ég hugsa sko að þeir sem að vilji, þeir geti notað ýmislega aðrar aðferðir til þess að tefja heldur en það að tala lengi í annar umræðu. Heyrðu, víkjum þá sögunni að upphafi þínu. Vigdís Grímsdóttir, systir þín, skáldkona, er ágæt vinkona mín og ég vitna oft til þeirra orða sem að höfð eru haft, sem eru höfð eftir henni, að í rauninni það eina sem að þetta brölt okkar á jörðinni snúist sé að við séum bara góð við börn. Og ég hef tekið eftir því að þú sem lögreglumaður hefur bæði skrifað líka greinar svona hagsmuni barna og úr fjarska álykta ég að hagsmunir þeirra sem ekki geta varið sig, það hafi snemma verið hjá henni það sjónarhorn að hennar lífi væri ágætlega varið í að minna á það hvernig við eigum að verja börn og þú hefur leitast við að upplýsa það sem að fer úrskeiðis og vinur barna. Var eitthvað í uppeldinu innan fjölskyldunar á ykkar heimili sem að svona leiti til þess að þessi stemning myndaðist? Já, það má vel vera, sko. Foreldrar mínir eiga nú stundum að tala ómeð, mér fannst það alltaf svo ljótt orð, sko. Mér finnst það líka. en foreldrar mínir áttu mörg börn, áttu 8 börn, eða eignust 8 börn. Og mistu eitt ungt, áttu eina tvíbura og önnur stúlkan þar mistu hana. Já. Og þannig að ég hugsa sko að mínu heimili hafi sko, það verið nokkuð hjá þeim báðum, ekki síst kannski pappa að bera hag barna fyrir brjósti. Bæði voru kennarar. Já, einmitt. Og eins og Dísa, hún nú verið kennari og fleiri, Dúa systir mín er líka kennaramentuð og Helgi bróðir minn hefur líka kennt, þannig að það eru margir sem hafa svona verið barnamegin í sínu starfi, sko. Og eins og þetta lítið mér að
þá öryggi, sko, ég hef talað um þannig, ég hafi svona áhuga á öryggi í eins víðum skilningi og mögulegt að horfa til þess. Og eitt af því það að börn búi við öryggi. Og það þetta, sko, í starfi sem lögreglumar þá verður maður stundum var við ljóta hluti. Og það margir lögreglumar sem lýsa því þannig að þessi versta sem þeir koma að eru mál þar sem börn eiga hlut að. Ertu ekki þeim hópi? Já. Það erfitt. Já. Vegna þess að þau eru börn varnarlaus. Börn eru sko upp á okkur komin, fullorðna fólki. Þannig að okkur ber að fara vel með það. Já. Það besta í heiminum en jafnframt að viðkomast það. Já. Og það hefur ekki verið vegna þess að það hafi verið á ykkur brotið sem að þið ákveðuð að fara þessa leið og helgar líf ykkar. Nei. Nei, segi ég, og það bara við mig. Ég held að systir mín hafi skrifað bók þar sem að fjalla var einhver leit brot gegn barni. Já, einmitt. En varstu snemma ákveðin í því að leiðin myndi líka í lögguna? Nei. Þú var að læra þér endurskoðun og starfaði sem slíkur? Nei, ég fór í nám og þegar ég fór í meistarnám í endurskoðun reikningshaldi, en það að vera endurskoðandi, það meira heldur en bara námið, sko. Já. En ég fór seint í það, sko. Ég var orðinn alveg fertugur þegar ég fór í viðskiptafræði og síðan í þetta meistarnám. Nú var það, já. Þá var ég búinn að vera í lögreglunni eitthvað hátt í 20 ár, sko. Brannstu upp eða? Nei, þetta hefur bara alltaf einhvern veginn blundað í mér að fara í nám og síðan var það þannig að Háskólinn í Reykjavík hann bauð árið 2001 upp á námi vinnu, háskólanámi vinnu. Og það var þá í viðskiptafræði og ég greip það vegna sem ég hafði svolítið þyrst í það að fara í nám. Þannig að ég greip það svolítið að komast þarna þurfa ekki hætti í vinnu en geta sinnt námi og það var keyrt þannig að það var alltaf milli 4 og 8 á kvöldin var nám og svo var keyrt líka á sumrin þannig að þetta var svona hugmynd sem var mjög góð og var keyrð í nokkur ár þangað til síðan fjarnám tók svolítið yfir þessa þörf í samfélaginu. Já, einmitt. En sko En ég, að því að þú sagði, sko, upphaf mitt í lögreglunni það raunverulega bara þannig að ég sumarstarfsmaður sem var þar í tæplega 40 ár. Já, ég fór bara í sumarstarf í lögreglunni. Varstu ómenntaður þegar þú hófst störf í lögreglunni? Já, bara stúdent. Þú varst bara stúdent? Já. En á þeim tíma samt komin lögregluskóli og allt það? Já. Þannig að þá var það svona bara valkvætt? Ég fór í lögregluskóla náttúrulega. Já, þú fórst í hann? Já, fara allir í hann, sko. Já, akkurat. Þannig að það sama hvaða menntun fólk hefur að öðru leyti að það fer alltaf ekki lögregluskólann. En var það bara sáralítið námið það sem í dag? Á þeim tíma? Já. Það var öðruvísi, ég vil ekki meina að það hafi verið neitt lítið en það var öðruvísi. Það var tölum alltaf fyrriskóla og seinniskóla og fyrriskólinn hann var ekki nema ein önn sko frá ein haustun og seinniskólinn voru 2 rannir þannig að þetta voru samtals 3 rannir. En þetta var keyrt svolítið öðruvísi. Það var svona lagt að fólk kom úr ýmsum áttum misjafnan bakgrunn þannig að það var lagt mikið til dæmis upp á íslensku og hafa semst að gera það þannig úr garði að fólk gæti skrifa skýrslur með mannsæmandi hætti og mér alltaf minnist þetta sá sem kendi mér skýrslugerð var Guðmundur Hermannsson yfirlögutjónn á þeim tíma og hann sagði alltaf að þið skulle muna það að þessar skýrslur geta farið í Hæstarétt þannig að þær þurfa að vera vel skrifaðar og þetta var eitthvað sem þannig að það var mikið áhersla á þetta og síðan náttúrulega bara á lögin sem við erum mest að vinna með. Þetta mjög mikill hluti af störfum lögreglumanna almennt umferðarlögin. Þannig að mikil áhersla lögð á umferðarmál, umferðarlöggæslu og síðan þetta hegningarlögin og sakamálalögin sem þá hétu lögum meðferð opinberra mála, hétu núna lögum meðferð sakamála. Það sá rammi sem við vinnum eftir. Og síðan náttúrulega lögreglulög. Ég var jólin á eyju sem heitir Mauritius og hún í Afríku og þar eru lögreglumenn að beina, sem sagt, leiðbeina fólki í umferðinni. Það liggur við á hverju götuhorni og þeir eru brosandi og mér var svona hugsað til sko þess að
þessi sýnilega löggæsla hér, þar sem að svona glaðlegur hérna lögreglumaður, mér finnst þetta hafa minnkað. Já. Er það ekki? Jú. Já. Þetta nú þannig sko að hérna, maður sér þetta enda í þessu sem að við legum okkur að kalla vanþróðulönd. Akkurat. En það þannig að hér var stjórna á gatnamótum á annað tímum. Þá var einmitt sko umferðardeildir lögreglumennir sem voru mótorhjólamennir, bifhjólamennir, að þeir áttu sín horn og fóru á þessu horn á tilteknum tímum. Þetta var svona fyrir tíma umferðarljósanna. Já. Að þá þurfti að greiða fyrir umferð á tilteknum gatnamótum. Já. Þannig að það er ekkert svo ígjalant síðan það var, kannski hálf öld. Og kannski líður okkur svolítið sko bara með svo margar opinbera stéttir að þær séu komnar einhvern veginn inn í bunkerinn sem áður voru svona sýnilegri og það hefur meðal annars, það er eitt af því sem að leiði til þess að við höfum efasemdir kerfin okkar. Já, en það er eins og þú segir, sko sýnileiki lögreglunar hefur minnkað og þetta er eitthvað sem búið að tala um í áratugi og það er auðvitað þannig að bara á þeim tíma sem ég byrja í lögregluna þá var ennþá verið að skrá menn á götuna sem kallað var. Já. Og þá gengur menn Laugaveginn og miðbæinn og síðan aftur upp á lögreglustöð og voru skráðir í þetta. Svo laðist þetta af, þetta er svona alltaf verið að þrengja að fjármagni til lögreglunar og þá er kannski þetta eitthvað sem er tekið af vegna þess að lögreglumar að gangi einn eða tveir að það er kannski ekki svo mikil, þeir leysa ekki mörgum málum á meðan, en það er sýnileikinn sem er mjög margir horfa til og vilja hafa meiri. En síðan eru svona kannski eins og hefur verið lýst að lögreglumenn eru komnir inn í bíla og þeir fara í útköll og sinna fáu öðru heldur en útkalli. Og það má kannski bara benda á það að útkall, eins og hefur verið lögð mikil áherslu á útköll út af heimilisofbeldi undanfarin ár, að svoleiðis útkall getur tekið mjög langan tíma og þá er auðvitað fólk ekki sýnilegt á meðan vegna þess að það er í þessum eftirlitsferðum sem að sýnileikinn er það einna helst núna þegar bílarnir eru á ferðinni. Já, svo náttúrulega mjög mikil sennilega bírókratísk vinna í tengslu við hvert mál sem var minni áður, þið eru væntanlega skrá meira, þið er ekki búkmyndavélar og... Jú, þetta er auðvitað alveg hálfrétt hjá og sko á einhverjum 40 árum að þá hefur löggæsla breyst alveg gríðarlega. Án þess kannski að hafa vaxið í samræmi við það, til dæmis svona kannski umfangi. Já. Og ég held að það hafi gerst að löggæsla og hafi raunverulega, það hafi fækkað of mikið í lögreglunni miðað við sko fólksfjölda. Já. Og það stundu verið talað um dálítið hérna á höfuðborgarsvæðinu að það er saminu hérna 3 embætti 2007 og þeir sem að sinna útköllum í dag eru jafn margir eins og voru bara í Reykjavík. Já. Þannig að fjöldinn sem kom úr Hafnarfjörð og Kópavogi, við getum sett upp með þeim hætti, að hann er horfinn einhvern veginn. Einmitt. Kannski einhver leiti í innistörf og einhver leiti í þá bara í fækkun miðað við fálsfjölgun. Já. Hlutfallslega. Já, það er umhugsunarefni. Já. En það er líka þannig, ég held ekki maður þarf líka að horfa til þess sko hversu stórt lögreglulið viljum við hafa. Já. Við þarfum þá líka að meta það eins og þegar það eru mjög mörg verkefni sem hafa bæst við. Getum bara séð, horfum til annars embættis eins og lögreglustjórans á Suðurnesjum, að það er náttúrulega sko þessi flughöfn er náttúrulega gríðarlega mikið að umfangi löggæslulega séð. En þar hefur kannski ekki náð að halda í þannig að lögreglumenn séu nægilega margir til þess að sinna þeim breytta vettvangi. Og bara stytting vinnuvikunar náttúrulega setta af stað bara skriðu og menn sá ekki fyrir hvaða afleiðingar eru það, því ég man ekki skrifa einhvern veginn frétt það að það þurfti bara að fjölga, eða hefði þurft að fjölga lögreglumönnum 20-30%. Það er sko eins og ég þekki styttingu vinnuvikunar þá er hún alveg þannig að það stytti allavega hjá mörgum 10%. Já. Og sérstaklega þegar kemur að vaktavinnu þá var ekkert það að ræða að þá var bara að bæta því við fólki. En hvað var allir þessar rannsóknir að þá fækkaði bara. Og það bara mér finnst það útópía að halda það að fólk hafi getað bætt við sitt sko eða að minnka vinnutíminn 10% en unnið það sama. Já. Mér finnst það vera útópía. Það var hins vegar það sem var lagt upp með. Já, með breyttum verkferlum og einhver leiti svona minni fjarvistum öðru leiti. Þannig að
styttingin átt að gera það verkum að skrepp myndu minnka. Við köllum svo að skreppa frá vinnu. Já. Að fólk var að sinna slíkum kannski lækna heimsóknum eða klippingu í þessum á sínum eigin tíma en ekki vinnutíma. Einmitt. En hvort þetta hefur gengið eftir er ég ekki viss um. Nei. En hvernig krakki varstu? Varstu félagslindur? Varstu einrænn? Hvenær leið þér best? Ég stundur hlegið að því sko, það eða með sjálfum mér sko, það hérna í rannsóknum á systkinum það var alltaf að tala sko elsta, mið og yngsta. Sko við vorum 7 og ég nummer 5. Þannig að ég veit ekki hvort það hefur verið rannsakað mikið sko hvernig sá sem nummer 5 í röðinni, hvernig hann er. En hérna ég hugsa sko að það að vera nummer 5 í röðina þá það þannig að maður getur svolítið leyft sér að vera sinn eigin herra, ef svo maður segja. Það svona búið að við getum ímyndað okkur bara okkur sjálfa sem foreldra að það er mikið búið að ganga á þegar kemur nummer 5. Já, og kannski meira eftirlit og athygli á yngsta og elsta. Já, ég svo það. Þannig að ég er nú alin upp bara hérna rétt hjá og bý hérna líka. Ég bý hérna í Kleppsholtinu og er alin upp í Kleppsholtinu. Já. Og þannig að þeim tíma sem ég er alast upp að þá er náttúrulega allt fullt af krökkum hérna og fólk og gatan og ekki gatan kannski en allavega svona við lékum okkur úti. Já. Og það var þessi ég er alveg upp á Kambsvegi og það er þarna við köllum Holtið, það sem er nú búið að byggja allt núna fyrir ofan Austurbrúnna, það er að segja á milli Austurbrúnnar og Vesturbrúnnar. Já. Að þar var allt saman óbyggt, það var leiksvæði, það sem kirkjan er núna leiksvæði, Laugardalurinn var leiksvæði, Fjaran og Höfnin var leiksvæði. Þetta er það sem að miðaldra kallar eins og ég og þú sjá mér rósrauður í birtu og upp kemur myndin af barninu sem er eitt með síman sinn inn í herbyggi sko. Gagstætt hópnum sem er úti að hreyfa sig. Við vorum svo heppnir að geta alist upp svona frekar frjáls. Það var svona ákveðin drekkutími, skemmtilegt orð sem er til sem að fallegt orð. Maður kom inn og maður kom eiginlega bara inn þegar maður var svangur. Það var eiginlega og maður fekk að vera úti alveg frá því og það var fólk var auðvitað krakkar úti á kvöldin í leikjum og á smala í leikjum svo kallar. Og með 2 kennar á heimilinu Ægi eða Umburðarlyndi, Frjálslyndi, hvernig stemning? Það var svona ætlast til þess að maður stæði sig í skólanum. Það var ætlast til þess og það var og mörg af systkinum mínum eru afar góðir námsmenn. En það var kannski ég kannski ekki bestur úr þessum hópi. En svona bara ágætur og svona stundum ef maður leyfir sér að sletta svona late bloomer. Ég stóð með ágætlega þegar ég fór síðan af stað. Já, einmitt late bloomer. En þú ert ágætur í mannlegum samskiptum, er það ekki? Ég vona það. Já. Þarf maður ekki að vera það svolítið svona í þeim störfum sem þú hefur sinnt? Jú, ég held að það sé nú sko, ég man að það var stundum lýst einu lögreglumanni, held að hann hafi verið upp á Skaga, hann var alltaf með tóbas, bauð mönnum tóbas þegar það var hérna, þegar var einhver ágreiningur milli manna. Það er held ég gríðarlega mikið að lögreglumenn séu þannig að þeir sé reyni sitt ítrasta til þess að leysa ágreining án þess að koma til valdbeitingar. Þó það sé auðvitað það sem að þetta er svo sem lögregla, stærsta nánast eina stéttin sem hefur heimild til valdbeitingar, þó svo fangaverðir og tollverðir og landhelgisgæsla hafi það einhver leyti. Þá er þetta nú langalgengust að valdbeiting sé að hálfu lögreglumanna og það er auðvitað gríðarlega vant með farið og það þarf að horfa til þess og þjálfun lögreglumanna þarf að vera með þeim hætti að hún sé svona úrræði sem við grípum seinast til. Er það ónauðsynlega valdbeiting að stöðva vanan ökumann á 100 þar sem hámarksraði 90 og senda honum kæru fyrir að vera á 96? Já, þetta er samviskuspurning sko. Það er til, já, það er hægt að kæra fólk sennilega fyrir sko 96. Á götu það sem er hámarksraði 90. Já.
En lengi vel var þetta alltaf þannig að þetta var 11 yfir, sko. Já. En þegar fólk mælt á 100, að þá voru sem sagt vikmörk upp á 4%. Þannig að kæran er upp á 96. Já, ég veit það ekki. Þú myndir ekki gera það sjálf. Ég sé það á þér. Ég veit ekki. Þetta er svolítið misjafnt eftir, þú manst eftir eða sko lengi vel að tala lögregluna á sko í Húnavatnssýslum. Að þeir voru svona, fólk fór hægar þar í gegn. Nú eru þeir búin að missa þennan stempil yfir í önnur umdæmi. Láttu mig þekki það, sko. Ég keyri svo mikið á milli Mývatnssveitar og Reykjavíkur. Ég veit alltaf hvar þeir eru aggressívastir, hverju sinni. Já, svo er náttúrulega, sko, það er auðvitað þannig með hraða, hann er ekki, hraðamælingar er ekki til þess að nappa fólk heldur til þess að reyna að hafa öryggi í umferðinni, hvað sem manni finnst hvar það er að liggja, sko. Að það er auðvitað þannig að mynda vel til dæmis í víða sem eru líka svona að hafa fælingamátt. Að maður veit að það getur verið myndavélar, þá passa maður sig. Og það er þannig að eftir því sem hraði eykst að þegar eitthvað kemur upp á þá verða slysin alvarlegri. Og það er ekki, ég held að það sé ekki tilviljun, þó ég kunni kannski ekki alveg að segja af hverju við miðum við 90 eins og hér, að þá er það ekki tilviljun að sé miðum við 90. Nei. En það er auðvitað svona eins og þegar maður getur bara svona velt vöngum og að hámarksræði á Reykjanesbrautinni sé svo sami og þröngum vegum út á landi er kannski sérstakt. Það er líka annað sem er áhugavert á sumum svæðum, sem sagt, er samþykki að allir megi aka jafnvel 20-30 kilometrum yfir leyfðum hámarkshraða af því að annars myndi bara skapast teppur. Það eru bara til svæði þar sem ég held að löggan sé aldrei að mæla bíla eins og á milli Kópavogs og Hafnarfjarðar og eitthvað svona sem allir eru bara 95, skilur. En ef að sko er það hraðinn sem að kemur fólki, sko, sem að gera verkum að umferðin gengur betur eða er það bara samfella? Ef umferð fer á 80 versus á 95 og allir á sama hraða, gengur það ekki bara allt saman eins vel, sko? Kannski. En hins vegar maður heyrir oft þessu umræðu, sko, umferðarhraða. En það sé ekki hámarkshraðinn heldur einhver umferðarhraði. Já, og það getur verið svolítið, sko, svona villandi eða mann getur verið ringlaðir, sko. Ef það er kannski á einhverjum ákveðnum stöðum sem það er þessi tolerans eða þetta umbröðlindi og svo ertu komin yfir aðrar slóðir. En umferðarlöggjörsla er náttúrulega þannig, sérstaklega hvað varðandi hraða, það er bæði það að vera að ná þeim sem að keyra hraðast, keyra 150 á götu sem 90. Akkurat. Og síðan að halda niður umferðarhraða. Einmitt. Þú heyrir að þú ert að tala við þolanda hérna. Heyrðu, en sko þú minntist áðan á mjög alvarlegan hlut sem er náttúrulega sko það versta í starfi lögreglumannsins þegar þið komið að skelfilegum aðstæðum og jafnvel þegar bara við erum núna mjög svona viðkvæm gagnvart sjálfum okkur og við erum með hugsi yfir því á hvaða braut Ísland stendur. Það hafa verið óvinnumörg hræðileg mál sem varða börn drepa börn, fullorðnir drepa börn og maður getur ekki ímynda sér hvernig það er stundum að vera í ykkar starfi og koma á vettvang og svoleiðis. En hvernig nærðu þeir aftur af stað þegar þú ert búin að vera í skelfilegum aðstæðum og verða vitnaði bara því versta sem hægt er að verða vitnað? Já, það er svona bara sagt að þá ég hef verið undanfarin ári í svona stjórnunarstarfi og verið kannski meira svona innimaður og svona reynda að búa þannig umhverfi þeirra sem þurfa að fara í þessu útgjöld sem lýsir, þannig að þau fái einhverja svona allavega viðtal, það sé einhver svona sálræn gæsla þegar viðtölin er búin og þannig hefur því verið komið fyrir í lögreglunni að það er bæði til það sem heitir svona félagastuðningur og ég held að sé nú einna mikilvægastur. En það er auðvitað þannig að fólk er misjafnt hvort það hentar því að tala við félagann, þetta sem samt algengt að það hendi, eða hvort að það getur tekið þátt í svona briefingu eða það sem er svona stærri hópur að tala um mál. Eða kannski hvort að fólk vill bara gera þetta sjálft. En það er auðvitað ákveðin hætt á því við svona störf, við getum ímyndað okkur líka til dæmis bara á heilbrigðiskerfinu. Það er ákveðin hætt á fólk
noti einhvers konar deyfingu eða noti kannski áfengi til að deyfa sig og það er kannski fyrst og fremst það sem að þarf að passa og þess vegna þarf að gæta þess að fólk geti fengið samtal erfið mál sem það lendir í. Og það hefur verið mikil vakning í því í lögreglunni að koma málum þannig fyrir að fólk geti rætt bæði við félaga eða sálfræðinga. Hefur alkohólismi innan lögreglunar í kjölfar streitu og áfalla verið vandamál? Nei, ég bara einfaldlega veit það ekki. Ég held að fólk passi sig. Ég held að það sé kannski líka þannig í svona umhverfi þá veit maður kannski á því að það sé ákveðin hætta. Ég man alveg eftir því þegar ég fór í fyrsta umferðarslýsi bara nokkrum dögum eftir að byrja umferðarslýs og banaslýs helgi og ég kom heim síðan á morgni og átti viski í flösku en ákvað að drekka þetta er ekki það sem að geri að fara að taka á þessu með því að drekka áfengi og ég hef alltaf tíð haldið mig við það. Já, haft þetta í huga. Já, þannig að það er svona ákveðin, maður þarf að horfa til þess að þessi ákveðin hættumerki kannski varðandi neyslu áfengis. Já. En ég held að lögreglumenn sé ekki hættari við alkoholisma heldur en öðrum stéttum. Ég efast nú það Nei, en þetta er óneitrilega svona mjög andstyggilegar aðstæður oft sem að mögulega eru líklegar til þess að valda skaða tjóni. Já, og það er auðvitað þannig að það eru alls konar mál sem að koma upp. Þú getur ímyndaðir fyrir lögreglumann sem að það er ekki þægilegt að lenda í átökum til dæmis. Ég sé til dæmis að fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir því að átök jafnvel þó svo enginn meiðist en kannski það samt sem að það er ámann ráði sem lögreglumann að það er mjög óþægileg tilfinning, mjög vond tilfinning. Það er þá og ég hugsa að margir þurfum við svolítið að vinna með það þegar það gerist. Ekkert síður heldur en kannski erfið útköll þar sem umhverfið er erfitt. En það er auðvitað þannig að í erfiðum útköllum að þá held ég að það sé svona okkar lögreglumanna finn ég ekkert gott íslenskt orð en svona grunnhæfni að einbeita okkur að málunum meðan þau eru í gangi og þetta er kannski líka bara eins og þú lýstir sjálfur á þannig upphafi þessi dugnaður, við erum svona að hellum okkur í verkin og svo þegar þau eru búin þá getum við kannski reynd að taka á því hvað gerðist. Það er svolítið íslenska leiðin. Það er svolítið íslenska leiðin og ég segi alltaf með lögreglumenn, við erum ofsalega góðir í að takast á við erfið mál og svona aðeins að íta tilbyrjum til hliðar og meðan. Maður verður eiginlega að gera það. Maður verður að vera hlutlægur í sínum störfum. Já. Lítur þú á tímabilið undanfarið sem frávikaskeið, eigum við bara að vera róleg og trúa því að manndrápstíðni, hún mun aftur fara niður, þetta sé að hafi bara einhver tilviljun valdið því að við höfum bara eiginlega séð Ísland, ég vil bara segja stökkbreytast síðustu mánuði eða er komin einhver allt annar veruleiki? Já, ég tók eftir því bæði Helgi Gunnlaugsson og Margrét Valdimarsdóttir þau svona hafa afbrotafræðingar hafa farið vilja fara varlega í það að fullyrða eitthvað um þessi orðin breyting en samt sem áður er þetta og ég er sammála þeirri nálgun að þetta er eitthvað sem að verður að horfa á og við verðum að hafa augun á þessum bolta en fullyrða ekki strax hvort að hafi hækkað marga einstaklinga meðaltal manndrápa á ári og þó að sé kannski aldrei gott að tala um manndráp sem tölur og þá verður samt sem á þannig að meðaltali er þetta á Íslandi eitthvað 1,7 milli 1,7-1,8 ári og síðan koma þarna ári eins og 2024 þar sem þetta fór í 6 eða 8 mál og ég segi það þarf að hafa auga á þeim bolta en horfum til býðum aðeins. Statistík er sem sagt tölfræði er eitthvað sem þarf að horfa til með löngum tíma en ekki stuttum.
Heyrðu, ég eiginlega búinn með tíman. Ég var búinn að lofa þér því að þú myndir sleppa til þess að komast á fund og ég hef nú ekki verið alveg nógu duglegur að spyrja þig persónulegra spurninga eins og ég alltaf jafna í þessum þætti. En það vegna þess að mér hefur langað svo mikið að fá alls konar svör frá þér við þjóðmálum og sem þú ert búinn að veita hér á mikilli raust, þannig að ég bara mjög þakklátur fyrir það. Ég held ég verði bara að fá þig aftur. Já, ég endilega. Það er ekki minna að gera. Já, það er minna að gera. Það er þú hefur bara samband, það er alltaf gaman, það er bara áhugavert líka bara að tala svona mál og tala þjóðmálin og mér finnst líka bara að fólk eigi skilja að heyra það hvað kjörnir fulltrúar hver þeirra hugur stendur sko. Og þar eru við bara sammála sem er mjög gott. En má ég spyrja þig svona í lokin út í samskiptið þín við fjölmiðla í áratugana Rás. Við fjölmiðlamenn erum oft náttúrulega svolítið ósáttir við lögguna og finnst að hún sé treg til að veita upplýsingar og ég veit að það fari ekki alltaf saman hagsmunir ykkar og okkar. Við höfum líka lent í leiðinda atvikum þar sem að það er kannski bara einhver handtaka í gangi og við erum með myndavél eða síma og þá kemur bara einhver lögga og tekur síman. En það er sérst ekki hans að taka síman, það er okkar að vega og meta og velja hvað á erindi við almenning og ekki þannig að stundum eru svona smá áreistalarn á milli en oft mjög gott. Hvernig svona hefur þú upplifað samskipti við fjölmiðla á umliðnum áratugum? Sko, mér hefur fundist bara mjög gott að eiga samskipti við fjölmiðla. Ég mani bara ekki eftir neinum samskiptum sem hafa verið óheiðarleg. Nei. Og ég, sko, það að treysta samtali, þá er ekki að tala um að maður sé að tala um það sem má ekki fara, sko. Það er ekki hægt að gera svoleiðis. En til dæmis að skýra fyrir fjölmiðlamönnum af hverju maður getur ekki gefið meira upplýsingar. Mér er bara gengið vel með þá nálgun. Rannsóknarhagsmunir og svo frá. Já, bara benda á það séu eitthvað sem maður getur ekki talað um, það séu vegna rannsóknarhagsmuna. En þá er það líka náttúrulega mikið að við sem tilbúin til þess í lögreglunni að veita upplýsingar þegar við getum það. Upplýsingar úr rannsóknum þær eru auðvitað mikilvægar upplýsingar fyrir almenning. Og ég held að þess vegna eigum við að gefa þér þegar við getum það. Og það er auðvitað fleiri neitt skóli í þessu, annar skólinn er einhvern veginn bara að segja ekki neitt og annar og svo er einhver millivegur og þeir sem kannski vilja segja meira. Við sjáum til dæmis eins og í Bandaríkjunum þar sem að svona myndir af fólki sem hefur handtekið, þær fara frá lögregluembættum til fjölmiðla. Við erum ekki þar. En sko, mér finnst mikilvægt að eiga samtalið og það er auðvitað, jafnvel þó samtalið sem heitir lögreglumanns og fréttamanns, sko, að þá er auðvitað að vera að tala við þjóðina. Það er almenningur, blaðamenn eru millistykkið. Já, það má aldrei gleymast, en það gleymist stundum finnst mér, kannski ekkert endilega í samskipti við lögguna, en einmitt. Já, akkurat. Þannig að þú hefur ekki annað en ágæta sögu að segja af því. Bara jákvæð samskipti sem ég hef átt við fjölmiðlamenn. Og mér veist að það var skilið ágætlega þegar maður hef ekki getað tjáð sig mikið. Ég sagði nú einhvern tímann í einhverjum málættu stundum eins og maður segir svona í Frúin í Hamborg, sko, þegar maður spurður og segir ég get ekki tjáð mig um þetta. Já. Einmitt. Og þú hefur nú bara verið ansi flinkur að verjast frétta þegar það hefur átt við. Kannski. En Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar. Við kannski bara gerum alvöru úr því að hittast aftur hér við Rauðaborðið innan skamms. Það er augljóslega margt að tala. Já. En kæra þakkir fyrir að koma hér í þennan þátt sem við köllum óþekkti þingmaðurinn. Ég veit aðeins meira um þig, bæði um þína persónulegu hlið og náttúrulega miklu meira um viðhorðin og störf heldur en ég vissi áður, þannig að það búið að vera mjög gaman að hafa þig gangiði vel á lokasprettinu núna á Alþingi. Takk að kærlega fyrir, sömuleiðis. Og við förum þá yfir í aðra sálma, kæru áhorfendur og hlustendur, ekki fara langt. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.